Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, við erum núna komin yfir í skíðaíþróttina og já, það var nú heldur betur afreksmaður sem kom með tilkynningu núna í vikunni, eða sem þetta í síðustu viku, þar sem að hann var að tala um það að hann væri hættur í bili, en það er enginn annar en Jóhann Þór Hólmgrímsson sem að er búinn að keppa á mörgum stórmótum. Heill og sæll félagi. Glæðaður. Hvernig hitti ég á þig? Bara mjög vel. Herðu, þannig ég byrja að spyrja þig, þú ert nú búinn að stunda skíðaíþróttina núna í svolítið tíma og sérstaklega núna, þú ert nú fyrsti afreksmaðurinn okkar sérstaklega á vegum íþróttasamband Fallara. Já, það passar. Já. Ég er búinn að vera í þessu núna var í þessu einhver 7 ár. Já. Þannig, og hvernig kom það til að þú byrjaðir? Það var bara haldið svona, hann kom hópur frá Bandaríkjunum í þess Vinterpark í Colorado til Akureyrar í Hlíðarfjall. Og mér var bara búið að koma hann og prófa þetta og ég svona fjall bara fyrir þessu og það var bara mjög skemmtilegt. Og svo einhverjum ánum seinna, ég var bara mjög ungur þarna fyrst þegar ég prófaði þetta og svo einhverjum ánum seinna þegar ég var orðinn 18 ára þá var mér boðið að fara út til Vinterpark og já, eiginlega bara síðan þá hef ég bara verið í þessu. Já. Og hvað, já, þú byrjaði svona þá 18 ára eða hvað varstu gamall þegar þú byrjaði? Já, ég var 18 ára þegar ég byrjaði svona á fullu. En já, hvernig hefur svona, þú ert ekki hættur að skíða það nokkuð? Nei, ég er alltaf ekki hættur að skíða en svona markvissar æfingar. Já. Já. Nú átt að hlusta þessi kannski ekki á því með skíðunarflokkin sem þú ert í, fötlunum sem þú ert með, hver er hún til dæmis fyrir þann sem veit ekki neitt? Já, ég er með klofinn rygg og minn flokkur er mónoskíði sem er bara svona skíðastóll í raun og veru og sem er bara svona með einu skíði undir og svo erum við 2 stafi svona til þess að halda balans. En annars er keppt í 2 öðrum flokkum og það er annars vegar blindir og svo standandi sem er alls konar fólk. Já. Bæði með 1 fót og 2 fætur og bara, já. Þú keppir, er það ekki svona í fyrsta skipti á til dæmis eins og, hvað er svona fyrsta stórmótið þitt? Ég keppti á Ólympíuleikunum í Sochi 2014 í Rússlandi. Það var mitt svona fyrsta risamót. Og síðan þá keppti ég á heimsmeistaramótinu í Kanada 2015 og núna síðast heimsmeistaramótinu á Ítalíu núna í febrúar. Já, og já, það var í Ítalíu eða ekki? Það var í Ítalíu. Já, náttúrulega. En þú keppir ekki bara í einni grein, þú keppir í nokkrum greinum, hefur gert það núna á þínu ferli? Já, ég hef keppt í svíi, stórsvíi og risasvíi. Og hvað hefur þér fundið svona skemmtilegast? Mér hefur fundist stórsvíið skemmtilegast. Já. Það er svona það sem ég fannst svona að ég hafi náð svona bestum tökum á. En hvernig er svona eins og fyrir iðkendan hérna á Íslandi að stunda þetta? Það er náttúrulega svolítið öðruvísi eða ekki enn í mörgum öðru löndum. Jú, ég meina það er náttúrulega kannski ekki mikið svona sérhæfða svona mikla þekkingu akkurat þetta hér á landi. Það er náttúrulega og ekki mikið búnað og kannski ekki nógu mikið svona, já,
fólk veit kannski ekkert hvar það á að byrja og það engin svona almennileg, ekki nógu góð svona umfjöllun og allt það svona þetta, þannig að erfitt aðgengi að þessu. En hvað svona hjá þér núna framöndan eftir þetta? Hvað það ekki? Þegar ferillin búinn? Já. Hvað svona framöndan hjá þér? Já, ég bara veit það ekki alveg. Það bara allavega halda honum að leika sér eitthvað á skíðunum. Svona, veit ekki alveg hvað að fara að taka við. Þetta náttúrulega ákveðin della sem að dettur ekkert út. Já, hún dettur alls ekkert út, sko. Alls ekki. Nei, nákvæmlega. En svona með árangur hérna hjá Íþróttasambandi fatlara núna síðustu árin, finnst þér þannig ekki alveg magnaður? Jú, þetta náttúrulega bara algjör snill, sko. Ég meina, almennt íþróttir fatlara á Íslandi eru að hraðri uppleið og góðri leið. En mynd þú ekki samt að vera alltaf í kringu að hvetja aðra? Þetta náttúrulega mikil vinna eins og hjá þér sjálfum. Hvernig til dæmis æfingarnar búin að vera hjá þér núna síðustu 2 árin? Já, það auðvitað þarnast það mikinn tíma og mikla vinnu. Ef þú ætlar þér að ná almennilegum árangri, þá þarftu að fórna alls konar hlutum og ég til dæmis bara var í 4-5 vetur var ég bara einn úti í Bandaríkjunum að æfa með öðru fólki út allan heim og þannig að þetta miklar fórnir sem þú veit að leggja í þetta ef þú ætlar að ná árangri. Þannig að en býst ekki við því að þú mynda eða ekki vera svona hjálpa öðrum? Jú, ég myndi alveg gera það, sko. Þannig að ef einhver til í að fá hjálp frá mér, þá ég tilbúin til að rétta hjálpa hönd, sko. Snillin. En þegar svona með þá sem að keppa við þig á svona eins og stórmótunum, þeir væntanlega hafa það ekki meiri aðstöðu heldur en til dæmis þú yfir svona eins og það nú ekki mikill snjór svona sem þú getur verið að leika þér að á sumri til hérna á Íslandi. Já, það eins og til dæmis bara fólk sem ég þekki bara frá Nýja-Sjálandi og svoleiðis, þá eru þeir bara á okkar sumartíma vetur hjá þeim og svo flytjast þeir bara til Bandaríkjanna veturnar, þannig að þeir eru bara í snjó allan á sig hring. Þannig að það misjafnar stöður hjá fólki. Já, þannig að sportið svolítið dýrt. Og svo náttúrulega öll þessi ferðalag sem maður þarf að fara í og það mjög dýrt og allur útbúnaður og þannig að þetta bara eins og allt annað, þetta kostar peninga. Nákvæmlega. En Jóhann, núna ertu hættur en svona með þú átt eftir að koma aftur. Það ekki að búast við öðru. Já, hvað veit maður veit aldrei hvað gerist á morgun. Nei, nákvæmlega, einmitt. Jóhann Þór Holgersson, þakkar kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Já, takk kærlega fyrir mig. Og takk fyrir allt sem þú hefur gefið okkur. Já, ekki málið, takk fyrir. Takk sömuleiðis, blessaður. Bye. Já, sportáþurinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, eftir Jóhann Þóru Holgerssoni þá ætlum við að heyra núna í Dagný Brynjarsdóttur landsliðs í landsliðsmanni knattspyrnu. Þannig að fara ekki langt. Fylgstu með á Facebook Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Rúmfattalagarinn 30 ára.